stendur mikið til hjá rokkurum á Suðurnesjum en blása á til tónleika þar sem líklega síðasta kynslóð bílskúrsbanda af svæðinu mun rifja upp gamla takta undir heitinu Rykið af rokkinu. Þarna koma saman hljómsveitir sem starfræktar voru í kringum síðustu aldamót. Þá var mikil gróska í rokktónlist en framkomu á sjónarsviðið margar sveitir og tónlistamenn sem gert hafa það gott í íslenskri tónlist síðan. Við hittum fyrir strákana í Tommy Gun Preachers á æfingu í sögumfrægum bílskúr í heimahúsi á Vallargötu í gamla bænum í Keflavík. En þar hafa á síðustu tæplega 30 árum orðið til tugir bílskúrsbanda. Hversu mikið fáið út úr því að hittast aftur og spila? Sko, okkur finnst þetta geðveikt. Og við finnum bara orkuna sem við erum að skapa. Og þetta er svo mikið útrás sem við fáum. Og þetta er útrás sem maður fær ekkert, við að spila eitthvað létt pop eða eitthvað, sko. Þetta er allt önnur útrás sem maður fær við að spila svona hratt rock. Og svo er bara líka svo gaman að finna, hvað við grúfum. Við getum ennþá grúfað ógeðslega vel. Og hvað við getum verið þéttir. Og þegar þéttleikinn er kominn, þá er þetta bara geðveikt. Og ég geti vel trúað að við eigum eftir að hittast eitthvað áfram. Þetta er ekkert bara one-off gig, sko. Ég held það alveg, ekki séns. En hvernig er þetta, einmitt, tölum við hvað sena væri stór og svona, en það eru rosalega margir sem voru einmitt svona tvinnuðu saman mörg bönd. Það var Óli trommuleikari var í svona mörgum böndum og þú bassaleikari í svona mörgum böndum. Þannig að þessi hópurlitur svona þekkja svolítið vel. Þetta var kannski svo nett svona ættamót einhvern veginn. Jú, algjörlega. Þetta er allt vinir, sko. Eins og þessi bönd sem er að spila hana, eins og Ridge, þeir voru mikið hérna, sko. Ég tók þá upp og bara vinir okkar og eins og þetta er í dag í hljómsveitum, skilur. Það er trommuleikari sem er kannski í 7 böndum eða eitthvað, sko. Svona er bara þessi bransi hérna. Þannig að það þekkjast allir rosa vel og í þessari senu hérna allavega frá þessum tíma, skilur, það er allt vinir, sko. Magni, þú hefur verið í nokkrum hljómsveitum og byrjar væntanlega bara 14-15 ára eða eitthvað í einhverju félagsmiðstöðinni eða? Já, ég og Óli byrjum saman í bandinu Bóner. Það var í kringum 9. og 10. bekk held ég. Og svo þróaðist það út í hljómsveit sitt Skvaldur kringum 94, eitthvað svoleiðis. Og svo kom smá pása, það gerist ekkert í rockinu hérna. Þetta kemur alltaf í bylgjum, sko. Og svo bara aftur með Tommy Gun og eitthvað eftir það, alls konar minni projekt bara. Smári, með svona þessu upprifjunargigi, dusta Rykið af rockinu, hvaða stemningur er það að reyna að fá fram hann á föstudaginn? Sko, ég er alveg svona bara útbrunni rockarar eitthvað. Það mest að svona fróa sjálfum okkur held ég bara. Nei, við erum svona kannski að reyna að vekja upp aftur þessa stemmingu sem var hérna kringum aldamótin, 2000. Það sem bönd voru sko í öðrum hverjum bílskúr og vona kannski að þetta svona kveiki upp í einhver nista í krökkum að maður var að spila aftur. Það urðu náttúrulega til fræg hljómsveitur upp úr þessu og tónlistamenn, tónlistafólk sem gerði fullt af hlutum. Það kannski en þetta er einhvern veginn svona fallið í skuggan af eldri tíðinni eða? Já, þetta var svona samt alveg góð bylgja sem fór hérna reiði gegn sko á þessum tíma sko og margt gott sem hefur komið. Ég veit ekki hvað þeim að uppljóstra það einu sinni. Þú ert allavega með fleiri en 1 gig á föstudaginn. Já, ég kem hana. Þú með nokkuð project. Er umboðsmaður hans Mr. Boy. Hey, stop it. You don't know how to play the tambourine. Get off the stage. Oh man. What? Here on. Og hann mun koma fram ef ég næ í hann, ég er ekki búinn að ná í hann ennþá, en hann var búinn að lofa að koma fram. Hann er einmitt einn af þessum földu perlum kannski hérna á svæðinum, ekki margir sem að vita á hana kannski. Já, hann fílaði það sko, það fæst sem vita hann er reyndur að spila mikið úti. Sádi Arabíu og Katar. Það er hans heimastöð sko.
Hverju mega gestir eiga von á hérna á föstudaginn? Heldur að mæti sama krátið og var að mæta hérna árið 2000? Já, vonandi að það allt mæti, vonandi að þið mæti alltaf en þið voru 2000 og kannski einhvað nýtt krú líka, sko, einhverju nýjir ungi krakkar og blanda þessu öllu saman í einn góðan graut. Það er að missa sig.